Við erum hér á fundi hjá B-nefnd stjórnlagaráðs og það fundur að hefjast. Katrín Fjeldsted er formaður nefndarinnar. Katrín, hvernig samstarfsandinn í þessari nefnd? Ég held að vera að segjast að hann sé bara mjög góður. Þetta fólk sem kann að vinna og að einbeita sér að því að takast á við verkefni sem fyrir okkur voru lögð. Gísli, tekur undir þetta? Eru þið sammála eða eru mikil átök ykkar á milli? Sem betur eru ekki sammála allt, en þess að annars myndir nú ekki mynda skoðanaumræður og skoðanskipti. Þannig að við erum með sterkar skoðun og líka sína hlutina, en við erum að ná niðurstöðu mjög margt gott. Pétur, þið lögðu fram 15 tillögur á síðasta ráðsfundi, annarkvort til kynningar eða afgreiðslu. Búist þið við að leggja fram eitthvað á næsta ráðsfundi? Já, í gær þá vorum að skoða 10 ákvæði og við vonumst til þess að koma sér flestum til kynninga núna á næsta ráðsfundi. Erlingur, hvað myndið þú telja að væri svona róttækast af þeim tillögum sem að þið hafi lagt fram? Nú er erfitt að dæma það, svo abstrakt hvað er róttækt. En hvað segir þið? Þið eru fyrst og fremst að vinna í því að efla þingið, Eiríkur? Já, það er svona kannski megin stefið í því sem við höfum verið að ræða núna undanfarið, að reyna að skilja á milli þessa of náinna tengsla sem þarna hafa orðið hálfgerð sifjaspjallstengsl kannski sem hafa orðið á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds sem er ástæða til þess að rífa svolítið í sundur. Þið hafi lagt fram kannski það sem vakið mesta athygli, Ástrós, er þetta að ráðherra víki af þingi. Var einhugur í nefndinni þá tillögu? Já, ég held að eftir svona ákveðin skoðanaskipti hafi verið einhugur niðurstöðuna. Má leggja þetta fram. Eva, þú ert ritari nefndarinnar, það hlýtur að vera ansi mikið að gera hjá þér. Hér er allavega nóg mikið að tillögum sem hafa verið lagðar fram. Jú, það þarf að vinna, það eru umræður og svo eru samþykktar tillögur og svo þarf að vinna hellingsbakgrunnsvinnu varðandi það og ég móta skýringar með nefndarmönnum og við reynum að gera þetta, setja skilmerkilega fram í samningu. Það er bara heiður að fá að vinna með þessu fólki, svo það komið fram. Vilhjálmur, 10 greinar til viðbótar á næsta ráðsfundi, tekst ykkur það? Já, ég er nú meira að gera mig vonum að það geti orðið fleiri. Við vorum að ræða 2 dálítið stórar nýjungar í gær varðandi það hvernig stjórnarmyndur ætti að fara fram og hvernig vantraust yrði og það getur vel verið að það kæmi til viðbótar í pakkan á fimmtudaginn. Það verður þá 2 greinar í viðbót þessar 10 og það eru 12 samtals. Og það er alltaf gaman að vinna svona nýjum og róttækum tillögum sem maður allavega vonast til og heldur að muni bæta stjórnarfarið á Íslandi. Nú getur almenningur gert athugasemdir við þær tillögur sem hafa komið fram. Hvernig hefur það verið? Hafið þið fengið margar athugasemdir? Já, það hefur komið inn töluvert af erindum á vef stjórnlagaráðsins og það eru einmitt margir sem hafa áhuga á þessu með framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið og aðskilnað þeirra og ráðherra setja ekki á þingi og svo framvegis og við höfum verið að lesa þessar athugasemdir jafnóðum og svara þeim og margt af því sem fólk er að benda og er eitthvað sem við höfum í huga í því sem við erum að gera. Og þið hafið jafnvel gert þá breytingar í samræmi við það sem hefur komið fram? Já, hjá okkar nefnd þá verður meira verið svona andinn eða efnislega eintæki sem við höfum tekið tillit til og útfært síðan í texta. Það er ekki það að fólk að vera að koma kannski með einhverjar beina textatillögur eins og er kannski frekar dæmi í mannréttindanefndinni, A-nefndinni. En já, andinn ég held að við séum í góðu samræmi við það sem fólk er að segja okkur.